Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að ræða efnahagsmál og ekki síst við kvæmamál verðbólguna. Nú hvaðan kemur hún? Hún ef að segja höfuð óvinnur lífskjara hins vinnandi en einkum þó hins skulduga manns, því verðbólgan hér á landi mælingin sem ræður mest vaxtastig Seðlabankans og vextir eru náttúrulega miklu hærri hér en í samanburðarlöndunum og margir segja óskiljanlega háir. Verðbólgan innflutt, heimatilbúin? Ef heimatilbúin, hverjum að kenna? Krónunni, smæð hagkerfis, atvinnugreinunum, afnámi verðtryggingar, hvaða áhrif hefði hún? Og þessi mál, hann sestur hér við rauðaborðið Már Miksa, fjármálafræðingur og dósent við Háskóla Íslands. Vertu velkominn. Takk fyrir. Við skulum bara byrja á þessari litlu spurningu. Hver sýnist þér að sé helsti valdur verðbólgunnar? Já, verðbólgan er svona frekar, svona í grunninn kannski einfalt fyrirbrigði. Þetta einfaldlega munur á verðlagi eins árs til annars eða tímabils. Og hvað veldur verðbólgunni, það er nú verið að þrátta mikið það hver sé svona höfuðástæðan, og þú nefndir áðan að þetta vegna hækkunar á innfluttum vörum, og þá kannski bara nærtækt að líta til verðbólgu annars staðar í heiminum. Og já, verðbólgan í Bandaríkjunum núna rúmlega 2%, þrátt fyrir aukna tolla, þannig að hún væri væntanlega lægri hefðu þessu auknu tollar ekki komið til. Verðbólgan í Danmörku sem dæmi, hún tæplega 2% núna. Spár í ár gera ráð fyrir sú tala mjakist aðeins niður. Og í Svíþjóð þá verðbólga vart mælanleg. Hún eitthvað rétt, ef ég man rétt, í kringum 0,5%, eitthvað því líkt. Þannig að augljóslega eru verðbólgan þá ekki bara innflutt, því að verðbólga hér rétt rúmlega 5%. Það var nú hugsalega var það eitthvað svona tímabundi verðbólguskot, en verðbólga hér hærri, og það er margt sem spilar inn í. Þrálátt húsnæðisverð hefur hækkanir á húsnæðisverði þangað til nýlega hafði sitt að segja. Og það sem hefur kannski verið, hvernig á að segja, það jákvæða við verðbólguna undanfarin ár var að hér hefur verið mikil eftirspurnaþrýstingur. Það verið að byggja vegi og lengi vel, aukningi ferðaþjónustu lengi vel knúði fram verðbólgu, bæði í vörum, þjónustu og launum. En nú er það má segja að það sé svona já, það eru bara svipaði fjöldi ferðamanna að koma hér núna og fyrir einhverju 7-8 áru síðan. Þannig að þessu aukning ekki lengur til staðar. Og það þá er auðvitað ákveðin hægt á því ef að verðbólga helst áfram svona há, að þá getum við lent í því að hér verði ennþá tiltölulega há verðbólga, en ef að það samdráttur ætti sér stað á sama tíma, það eru miklu verri aðstæður heldur en efnahagsumhverfi það sem að verðbólga að einhverju hluta til knúin áfram vegna aukinnar eftirspurnar. Og atvinnuleysið hefur líka verið að aukast. Já, nú atvinnuleysið að aukast. Það kannski ekki að aukast að það hefur ekki, já, við erum kannski ekki það ekki himinn og jörðu ekki að farast í þeim efnum, en sko það því slæmt ef að sú þróun myndi haldast áfram samhliða því að verðbólga fari ekki niður. Og þetta oft
þetta nú bara eitt af því sem að seðlabankar eru að horfa til þegar þeir ákveða stýrivexti er að draga úr eftirspurn, að reyna að halda ykkur í jafnvægi, en samtímis því að atvinnuleysi aukist ekki of og það er þetta er mikil jafnvægislist og stundu tekst vel til, öðrum tíma tekst illa til. Nú, þetta er kannski langur aðdragandi að kannski spurninguðinni áðan, en svona hvað er að valda verðbólgunni hér svona lengi hárri, og margir hafa bent á að launasamningar hafi sé nú aðal þrýstingurinn í þeim efnum. Og Hvað segir þú það sérstaklega? Ég er ekki sannfærður það, og það geti verið að það hefði verið ákveðin þrýstingur fyrir einhverjum árum síðan, en svona nýlega til að mynda þá hafa launasamningar margir hverjir miðast við 3,5%, og verðbólgan er hærri en það, sem þýðir í raun og veru að laun er ekki að halda í við verðlagi, og þetta er nú eitt af því svona sem að gleymist oft í umræðunni. Ef að laun er að hækka segjum 7% og verðbólga er 5%, þá er ekki hægt að tala að verðbólga sé höfuð óvinnur hins vinnandi manns, því að jú, það er að raunvirði er þá eru raunlaun eru þá hækki virði, en þegar að sú tala er fyrir neðan 5%, þar sem að verðbólga er, þá gefum okkur að verðbólga sé stöðugt 5%, að þá er kjara rýrnun að eiga sér stað. En það það skýtur kannski svo lítið skökku við þegar að stjórnvöld sem að hafa talað það að það eigi að ná verðbólgu niður með krafti, að þau séu síðan sjálfa stuðla því stjórnvöld, þá er ég að tala ríkisstofnanir, ríkisstofnanir beint og óbeint undir hinnu opinbera geira, að gjaldskrár þar séu að hækka, samhlið jafnvel að valda verðbólgu skotum. Og nú hef ég ekki gert eitthvað skonar mikla djúpa greiningu í þessu, en það þarf nú eiginlega ekki allt annað en að fylgjast bara með fjölmiðlum og sjá, við sáum það bara áramótin að það voru vöruverð var að hækka bara út allt, verð á ýmsum svona opinberum gjöldum og var að hækka út allt. Þannig að það hefði nú hafa svona frekar augljóst í mínum huga að hér kæmi verðbólgu skot, og ég hef nú ég velti nú fyrir mér hvort að það væri ekki vissulega er verið að reyna að ná hallalausum rekstri á ríkissjóði og einblínt á það. Og ég velti fyrir mér hvort að það megi ekki líta til þess að lækka virðisaukaskatt hlutfall á til dæmis matvörum, og fyrir fjölskyldu þá væri það tiltölulega einfalt í framkvæmd að lækka, eða bara hreinlega fyrir barnafjölskyldur, að gefa enn frekar eftir í þeim efnum, bleiur og annað slíkt sem að fólk sem er að koma, er að fólk sem er að fjölga sér og koma undir sér fótunum, að það fái betri kjör. Ég hef nefnt þetta áður, og þá hefur verið bent á það að matvöruverslanir, að þær myndu einfaldlega hirða mismunin. Þær skila góðu búi. Já. Það er margt sem bendir til þess að þær hafi það ágætt. Þær eru ekkert að sýna neitt sérstaka samfélagslega ábyrgð til þess að halda vöruverði lágu, sýnist mér á hagnaðartölu. Já, reyndar
reyndar álagningi hér ekkert mikil meiri heldur en álagningin í svona sambærilegum erlendu verslunum. Nei, en ekki fákeppnin meiri hér heldur en í samanburðurlöndum? Fákeppnin já, hún vissulega minni hér og sem sagt samkeppnin minni að hvað það varðar frá þeim sjónarmiðum og það má kannski bara velta því fyrir sér að það samt merkilega lítill þá munur á álagningu innlensmarkaðar og erlensmarkaðar og það sem að ég bara nefni það bara að ýmsa vörur, nú var ég staddur erlendis daginn í Bandaríkjunum og það komur óvart að ýmsar vörur ýmsar vörur voru bara á svipuðu verði þar og hér á Íslandi og hefur það hækkað ytra til samanburðar við verðlag hér? Já, ég játa það, ég ekki alveg viss en það auðvitað líka svona ýmsir vöruflokkar hafa orðið fyrir ákveðnum svona, má segja, Costco áhrif að Costco áhrifin lifa en þá góðu lífi hér að Costco með sú verslunarkeðja fylgir svona ákveðni stefnu, það nánast bara yfir línuna sama álagning á vörum hjá þeim maður þarf auðvitað að greiða þá félagsskírteini til þess að fá aðgangað slíkum vörum en það hefur orðið til þess að það hefur svona það hefur litast dálítið í vöruverði hinna verslananna og í olíubransanum væru við illa stödd án Costco. Þar svona helst að það sé hægt að greina einhverja siðsemi. Já, Costco áhrifin eru koma mjög skýrt fram einmitt. Nú ég svo, hvað þetta varðar, lánsamur og reyndar á mörgul öðru leyti bara svo það komið fram að ég á heima í miðbæ Hafnarfjarðar þannig að ég nýt mjög góðs að því að ég get sett bensín á bílinn í Costco en nærliggjandi stöðvar, bensínstöðvar þær litast af þeirri samkeppni sem að Costco veitir að þar bensínverð það með kannski einni undantekningu þá eru bensínstöðvar, nærliggjandi bensínstöðvar að bensínverð hjá þeim miklu larra heldur en á flestum öðru stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Það mjög áhugavert. Mjög áhugavert og þetta vissi ég ekki þannig að því nær sem að keppinauturinn þeim sem býður langbesta verðið því meiri áhrif. Já, það og þetta tiltölu auðvelt að kortleggja. Það eru bensínstöðvar sem eru bara rétt hjá Costco og þú finnur þar nánast undantekningarlaust þar hægt að fá hagstæðustu verði. Þannig að Costco hefur haft svolítið kaldhæðni það sem að Costco ekki í eigu Íslendinga. Það akkurat orðið sem var ekki notað það sé kaldhæðnislegt. Þetta svolítið kaldhæðni. En þessi innkoma Costco hefur haldið vöruverði niðri í öðrum verslunum en þrátt fyrir það, ég gerði nú rannsókn með starfsmönnum ProSense þetta var bara árið 2016 eða 17 bara í undanfara komu Costco þá gerðum við rannsóknir þar sem við bárum saman álagningu erlendra verslunarkeðja og innlendra og niðurstaðan það kom okkur óvart hve álagningi var litlu hærri og jafnvel alltaf því sambærileg það munaði einhverjum ef ég man rétt nú auðvitað langt ég hef gert þetta var að rýna í þessa tölur en það var munaði kannski einhverju 2-3% á milli og ég hefði haldið að álagningi væri meiri og þannig að þetta svona hvað verðbólgu varðar að þetta eru
þetta eru svona þættir svona sem að hanga dálítið saman og það má segja það eitt þegar verðbólga fer eitt af stað þá myndast ákveðu höfrungahlaup að það er ein vara hækkar að því að hinar vöruna hækka og það leiðir til launahækkan og þannig gerist þetta koll á kolli. Hann í mínum huga þá væri langeinfaldasta leiðin að ríkið taki minna til sín af virðisaukaskatti matvæla og svona þessari nauðsynja vara. Þá myndi Kristrún og Daði segja nei, ef við gerum það þá náum við ekki þessu markmiði með hallalausan ríkissjóð sem ég sagði að hann væri svolítið einblínt á. Já. Er ómikil áhersla á það þegar sko, þurfi ekki stjórnvöld og allar áætlanir, pólitískar áætlanir allra tíma alltaf að taka breytingum, vera sveigjanlegar og svona, já, taka mark af þeim hræringum sem verða hverju sinni. Já, til lengri tíma að sjálfsögðu gengur það ekki að vera með halla á fjárlögum og það auðvitað leiði til þess að það þarf að fjármagna slíkan halla með lántökum, nýjum lántökum og það smá saman þá leiði það einfallega til þess að vaxtakostnaður að þeim lánum verður verri og líka lánskjörin af nýjum lánum verða þá verri því að þá er það orðin skuldugur. En góð pólitík hlýtur að vera dans þessa huga að hagsmunir ríkisins en einnig borgarana rétt á sama tíma. Já. Þannig að þetta er ákvörðun sem þarf að auðvitað bara taka hverju sinni og það sko ég bara með nógu marga bolta á lofti sko, ég fer ekki að bæta einum við og fara að líta sérstaklega í þjóðfélagslega áhrif af slíku en ég meina það þarf auðvitað er einhver kostnaður samhliða því og hann geti verið að það taki þá lengri tíman á hallalausu fjárlögum. Það segir sig bara nokkuð sjálft en fólk það bara að spyrja sjálf sig, er þetta þess virði til þess að ná verðbólgunni niður, er þetta einhver fórnarkostnaður þess sem er ásættanlegur og þetta er nú bara eitthvað sem að fólki, ráðherrar og alþingismenn þurfa og stjórnendur sveitafélaga þurfa bara að vega það og meta. Ég tek það út úr svarið þínu að það sé ekki síst á ábyrgð hins opinbera að verðbólgutölur hafa valdið vonbrigðum og munu leiða til þess að vaxtalækkunarferli er að minnsta kosti stopp í bili sem hefur áhrif á afkomu margra. Önnur spurning sem heyrist oft við þetta rauðaborð, það er sko hvort þessi verðbólgumarkmið Seðlabankans er það 2% verðbólga? 2,5%. 2,5% alveg rétt, 2,5%. Að það sé eiginlega bara algjör undantekning, heyri bara er nánast flokkstundi frávik í íslenskri efnahagssögu. Já. Að við liggjum svona lágt í verðbólgunni. Hvað er það að segja? Já, aftur þetta er bara spurning sem fólk þarf að spyrja sjálf sig. Er þetta raunhæft markmið og er eins og staðan er í dag til dæmis að þá eru stýrivextir í kringu 2% fyrir ofan verðbólgu. Það er sjaldgæft að stýrivextir séu svona langt umfram verðbólgu og þegar verðbólga var komin niður í 4% þá var þessi vaxtamunur 3% sem að þá litast út í allt samfélagið og ég velti einmitt fyrir mér er svona með við þær aðstöð sem hafa ríkt hér bara síðustu ár að Íslands samfélag hefur verið að vaxa hratt og umsvifin hafa verið auki skriðarlega. Ef maður bara lítur á
ef maður geti með einhverjum hætti fara 25 ára aftur í tíman, bara við tveir fari 25 ára aftur í tíman. Við værum líklegast, ég er nokkuð viss að okkur myndi bregða verulega í brún bara að sjá hversu mikið Ísland, höfuðborgarsvæðið hefur breyst gríðarlega á þessum tíma. Heldur betur. Og Íslands samfélag hefur breyst að við erum ég bara man eftir þegar ég kom heim úr námi frá Bandaríkjunum árslok 96 að ég man eftir því að ég eitt af því sem að ég saknaði verulega frá Bandaríkjunum það var þessi það var þetta takmarka litróf af Íslendingum því að við vorum öll svo svipuð og maður var auðvitað vanur slíku. Ég átti heima tæp 10 ár í Bandaríkjunum. Í dag erum við með síðan þá er það bil helmingur fjölgunar af Íslendingum. Fjöldi Íslendinga hefur aukist rétt rúmlega 100.000 að það bil helmingur að þeirri fjölgun er tilkomið vegna innflytjanda sem hafa orðið þá Íslendingar. Og hagvöxtur alltaf mikið borin uppi af innflytjendum, er það ekki? Hann var borin upp af innflytjendum, fyrst í tengslu við byggingariðnaðinn og síðan eftir hrun að þá má segja fyrst að við ferðaþjónustan bjargað Íslendinga margir hverjir komust í störf í ferðaþjónustuna og þú varst að nefna áðan atvinnuleysi það var aukast en atvinnuleysi var nú ef ég man rétt að sleikja 10% í framhald af hruninu og þetta þessi það var bara hreinlega sett af stað hér markaðsherferð til þess að markaðsherferð kostuð af ríkinu til þess að laða að íslenska ferðamenn. Og þetta gerði að verkum að eftir einhver ár að þá voru bara hreinlega ekki Íslendingar til staðar til þess að þjónusta þessa ferðamenn. Og það þarf ekkert annað en að fara á veitingastað, hótel eða eitthvað sem að tengist ferðamennsku að það er mikið af því starfsfólki það eru greinilega ekki innfæddir starfsmenn og það slíkt veldur þenslu og ruðningsáfyrir slíku er oft verðbólga þannig að þessi 2,5% markmið að svona öllu jöfnu hafa svona verið tiltölulega óraunhæf. Já, og í rauninni algjörlega út úr kú miða við þessa miklu fjölgun, hröðu fjölgun og breytingar sem orðið hafa í atvinnu. Já. Það er kannski kaldhæðnislegt að það má kannski segja að hér sé svona aðstæður sé kannski svona betri núna að ná þessu 2,5% markmiði. Af því að ferðaþjónustan er aðeins ekki eftir. Já, hún minnskust að það er ekki vöxtur lengur í ferðaþjónustu. En engu að síður þá er alveg hægt að velta því fyrir sér. Er þetta raunhæft markmið og ég kynslun sem að koma á undan okkur tveimur hún auðvitað þekkti verðbólgu sem að var 10% á ári og alltaf 80% já, akkurat heldur hún að það farið 80% og ég man eftir því sem ungur táningur að fara út í sjoppu og ég fór í Lindu sjoppu í Fossónum og Linda, hún var alltaf svo góð við mig að hún benti mig á að ég var að kaupa eitthvað það veri nú bara lítið eftir af þessu magni og þá keypti maður kannski 2 auka nammimóla að því að næsta sending þá myndi hækku svo mikið og þannig að
þannig að það auðvitað vill maður hafa stöðugt verðlag en sko það þarf bara einfaldlega einmitt að velta þessu fyrir sér. Er þetta raunhæft að ná 2,5% og Finnst þér Seðlabankinn eitthvað að vera að velta því fyrir sér? Við heyrum eiginlega bara eina rödd finnst mér frá Seðlabankanum, hún svo að það á að keyra okkur til breyttrar hegðunar með brjálaðslegum stýrivöxtum þótt sannað virðist að drjúgur hluti þjóðarinnar hefur lítið svigrúm til þess að breyta hegðun sinni, fjármál margra bundin í húsnæðislánum og öðru því sem bara liggur þarna meitlað í berg. Ég svo sem lýsti yfir að mér finnst stýrivexti vera of háir og það hefur ekki verið neitt leyndarmál en á sama tíma verði ég samt sem áður að get ekki hart fram hjá því að Seðlabankinn sko stýrivextir það er þeir eru almennt á er aðeins hærri heldur en verðbólga og það er á meðan að það er yfirlýst stefna að ná 2,5% að þá er kannski Seðlabankinn í svo lítið erfiðri stöðu að fara að lækka stýrivexti meira því að það er hans hlutverk að ná þessu markmiði það er í raun ekki hans hlutverk en svona yfirlýsta stefna með svona stefnunni er að ná þessu markmiði en þegar að opinberi geirinn að svona gjöld bara eins og hefur verið bent á hér varðandi nýlega skatti kringu kílómetragjöld að þegar að það er farið að valda verðbólgu að þá fer maður að klóra sig í kollunum yfir því býtu Seðlabanki, þetta er jú opinber stofnun er að halda stýrivöxtum háum til þess að ná niður verðbólgu en það eru opinbera stofnanir sem eru hreint og beint að koma í veg fyrir slíkt þá er kannski ekki undarlegt að margir spurja sig býtu hver er stefnan svona í alvörunni og ég ég sé ekki sko það er bara ég er ekki hægt að ætlast til þess að Seðlabanki sé í því að há þessa baráttu einsins liðs og það er jafnvel hægt að spyrja sjálfur sig sko ef að stýrivexti fær úr 7% í 10% mundi verðbólga fara niður er þetta bara stýrivextinur og fjármálasagan er með fullt af dæmum að stýrivextir hafa haft takmörkuð áhrif það þurfi reynilega meira að koma til og það getur verið margt í efnahagslífinu og getur verið sálræni þættir þetta er ekki eins og það er ekki eins og þú getur sett þetta upp í eitt Excel-skjal og efnahagur fólk, fyrirtæki, opinbera stofnanir hegði sig bara í samræmi við það sem Excel-skjöl ætti að gefa til kynna. Ég les sem fjölmiðlamaður oft að í erlendum ríkjum býti svipa hárra stýrivaxta meira en hér á landi og fólk veltir í fyrir sér hvað er þá svona sérstakt við Ísland. Hefur ekkert svar við því? Nei, það er örugglega margþættir þætt vandamáli kringu það og eins og við höfum verið að ræða að Ísland, hér er einfaldlega búið að vera mikill þrýstingur á vaxtastigi bara síðustu ár og það hefur bara verið á mörguleiti mjög jákvæðir þættir og sem hafa olli þessu
eitt af því sem að nefnt og þeir sem að vilja afnema verðtryggingu hafa bent á að stýrivexti býti síður á verðtryggð lán og þeir hafa eitthvað til síns máls þar að það er alveg vitað ef að þú ert með óverðtryggð lán að þá býta stýrivextir síður en óverðtryggð lán þau eru samsett, má segja, óverðtryggð lán séu samsett af verðbólgu og vöxtum umfram verðbólgu. Þannig ef að verðbólgu segjum 4% og lánakjör á markaði eru 6% að þá eru lánakjörin 2% umfram verðbólgu. En ef að þú ert með óverðtryggð lán og verðbólga eykst en þessi 2% standi í stað að þá ert þú stöðugt að staðgreiða þessa verðbólgu í vaxtakjörum á meðan að verðtryggð lán að þá fylgir höfuðstól lánsins verðbólgunni og hækkar í takti við það að raunvirði hann ekki að breytast en þú ert að borga vextina, þessi 2% vexti, þú ert að borga þá stöðugt og ert síðan smá saman að greiða niður lánið. Þannig að ef að verðbólga há, ef að gefum okkur það að húsnæðisverð og verðbólga þróist í nákvæmlega sama takti, ef að verðbólga há, að þá ertu að staðgreiða hækkunar á húsnæðinu hvert einasta ár og í umhverju þar sem að verðbólga jafn há á Íslandi samanber öðrum löndum, nágrannalöndum, að þá væru Íslendingar að greiða niður húsnæðislán sitt alltaf meira og meira, hraðar heldur í samanburðarlöndunum og í mínum huga þá þetta eins og bera saman epli og appelsínur þar sem að þú ert þá að bera saman lönd þar sem húsnæðisverði miklu verðbólga og þar að leiðandi almennt hækkun og húsnæðisverði er miklu larri og þá ertu í raun að vera að staðgreiða miklu minna af aukinni eigðinni í húsnæðinu en eins og hefur oft komið fram og ég meina það eru bara langflest lán á Íslandi í dag, húsnæðislán sem eru veitt, eru verðtryggð lán og það er einfaldlega því að þegar verðbólga er svona há að þá hafa sárafáir einstaklingar efni á því að greiða ekki bara húsaleigu ef svo mætti segja að þessi auka 2% sem ég var að nota áðan en maður, ég segi þetta sé bara þó að þetta standi á greiðsluseðli vaxtakostnaðar, í raun er þetta bara leigukostnaðar fyrir húsnæðið og síðan er þetta að greiða dálítið inn á lánið þitt smá saman með verðtryggðu lánum en ástæðan fyrir að fæstir taka óverðtryggð lán ástæðan er einfaldlega svo að þá ert að staðgreiða svo hratt hækkun á húsnæðinu og fæstir hafa einfaldlega ekki efni á því. Nei. Mér líður nú svolítið fæstir hafa efni á því. Já, einmitt. Mér líður svolítið sögunar ásins og maður er svona kaghýttur frá deildags í þessum lánum og þessu verðtryggingarumhverfi. Maður rambar þarna á barminum en maður fellur ekki fyrir björg vegna þessa kerfis en hnútasvipan er á bakinu og fyrir fólk sem að borgar íbúðarverði 3 eða 4 sinnum þá er þetta náttúrulega bara eins og hverjum klikkun við hittum reglulega fólk erlends frá og price index, þessi verðtrygging, þetta er eitthvað sem bara fæstir tengja við, þeir veit ekki hvað þetta er og þegar maður segir fólki að maður sé að borga húsnæði sitt 4 sinnum þá hristir fólk höfuðið og segir ég botna ekkert í þessu. Já, en það er ekki
en þessu ég ósámála og ég teki bara dæmi að manneskja sem að tók lán fyrir 25 áru síðan, verðtryggt lán, 40 ára lán, keypti húsnæði, að sú manneskja, ef að þetta væri 10 milljónir króna lán, að þá væri sú manneskja, nú ég ekki með tölunar alveg í kollunum, en hún væri búin að greiða eitthvað í kringum 40 milljónir af þessu láni og skuldar en þá 15 milljónir og segir þetta bara sýnir bara hvað þetta eru hræðileg lán en þetta húsnæði sem að ef þú ert ennþá í þessu húsnæði sem þú keypti fyrir 25 áru síðan virði húsnæðisins búið að fara úr 10 milljónum upp í 80 milljónir miðað við miðað við hækkun húsnæðisverðs á landsvísu. Alveg rétt, en það hjálpar ekki hinum skuldu fyrr en hann getur þá komið eignin í verð og keypt sér eitthvað minna. Hann gerir það, já. En þú ert þá búin að byggja upp eigna hlut í þessu húsnæði og ég, ef við bara förum 10 ár aftur í tíman kannski 12-13 ár að þá voru miklar umræðu það að það þyrfti að efla leigumarkaðinn á Íslandi og þá spyr ég á móti ef þú ert á leigumarkaði hvað ert þú að eignast mikið í húsnæðinu? Og svar augljóst, þú ert ekki að eignast neitt í húsnæðinu. Nei. Og hvað ertu þá að greiða mikið í leigu sem sé svo að þú ert að greiða þú ert í 100 milljónir króna eign hvað fólk að greiða mikið í leigu af þeirri eign á ári og ég get alveg sagt það að þú ert mikið betur settur að taka verðtryggt lán og komast inn á húsnæðismarkað með það öryggi sem að fylgir því að leigusali geti til að mynda ekki komið og sagt nú bara sumatímabili að byrja Airbnb leigutekjur og getur þú fundið annan stað núna í 2 mánuði á meðan að ég að hala en pening og þú ert þá í þínu eigin húsnæði og vissulega eins og þessu dæmi sem ég tala áðan að ég heyri oft fólk segja að ég búin að greiða af þessu láni ég tók lánið fyrir ég tók lánið fyrir einhverjum x mörgum áru síðan ég búin að greiða af þessu láni og ég búin að ég skulda meira í þessu láni heldur en höfuðstóllinn en 10 milljónir fyrir 25 áru síðan ekkert 10 milljónir í dag. Nei. Og það sem að skiptir langmestu máli í þeim efnum það eru þá bara í raun og veru raunvextinni, leiguverðið og En inn í þetta líka mikilvægt að nefna að útborgunin til þess að komast inn í þetta kerfi hún þvælist fyrir fleirum og mér mjög minnistætt og það náttúrulega í því felst efnahagsleg stéttaskipting þar sem að hægt á að hinn félagslegi hreyfanleiki sem að okkur fannst vera að það sé heldur að slá á hann og mér enn mjög minnistætt viðtal sem ég tók við fasteignasala hér fyrir nokkrum vikum og hann renndi yfir árið 2025 og hann sagði ég man aldrei eftir því að ungt fólk hafi keypt húsnæði hjá mér á síðasta ári án þess að það hafi komið til ríflegur stuðningur aðstandenda, ættingja, foreldra. Ég og Kristín Erla Tryggvadóttir við rannsókuðum þetta og birtu grein þessa rannsókn okkar
fyrir það bil 2 árum síðan og niðurstöðuna voru sláandi. Þar kemur fram að það er það bil jafn erfitt fyrir fólk að safna sig fyrir útborgun á íbúð í dag að sem sagt það fyrir einhverjum þangað til fyrir 2 árum síðan og ég held að það hefði síst batnað síðan þá. Það var og þá voru við reyndar að líta á fólk sem nú þegar á leigumarkaði. Við horfum til þess hóps. Þeir sem eru á leigumarkaði, hversu auðvelt fyrir þá að safna sig fyrir íbúð til þess að útborgun á íbúð. Og það var niðurstöðuna voru þær að það við notum þá neysluviðmið sem að voru lengi við lýði og sem sagt birt og kannski allt í lagi að nota tækifæri hér að þetta hefur ekki verið birt núna í mörg ár og til þess að geta greint svona almennilega þá er slík svona neysluviðmið alveg bara undirstaða slíkra rannsókna til að geta krufið málin og greint erfiðleika og komið þá með vitrænar tillögur til úrbóta og já, það er hér bil jafn erfitt að safna sig fyrir útborgun og íbúð núna og árið 2011 og þá myndu margir væntanlega segja hvernig getur stað á þessu því að lífskjör hér hafa batnað og það er alveg það er óumdeilanlegt en þau hafa batnað að því leytinu til að það er að bara verð á neysluvörum hefur ekki hækkað í takti við kjaramátt. Launakjör eru miklu betri núna en maður lítur bara á línuna heldur en áður. En hins vegar hafa laun og leiguverð á húsnæði, það hefur hér uppi haldist í hendur. Þannig að þeir sem eru á leigumarkaði, hlutfall launa sem að fer í að greiða leigu og húsnæði hefur staðið nánast í stað. Og þetta skiptir þá miklu máli því að síðan er ákveðin fastu kostnað bara að halda í sig lífi og hugsanlega þurfa að greiða afnót á bíl, eða barn að greiða gjöld fyrir barnið og annað slíkt og þá fara bara litlu upphæðir kannski bara einhverjir jafnvel 10, 20, 30 kallar, þeir fara að skipta bara hver slíkur mögulegu sparnað fer að skipta miklu máli. Og já, eins og ég segi, það hefur bara möguleika fólks til að safna sig fyrir íbúð hefur breyst voðalega lítið því að íbúðaverð hefur hækkað langt umfram launum og reyndar leiguverði líka. Og þröskuldurinn að komast inn í þessi takmarkuðu gæði, hann er hár. Hann er ennþá jafn hár og einstæðingar og einstæði foreldrar það bil helmingur fólks á leigumarkaði er í þeim hópi, almennt yngra fólk og þetta var nú eitt af þeim rökum við svona kliktum út á því, í lokreina þá kliktum við aðeins út með því að benda á að hlutdeildarlán væri þá mjög góð leið fyrir þessa hópa sem að koma síður á markað. Og ég er ég er mjög fylgjandi því að hlutdeildarlán séu til staðar fyrir þennan hóp. Og það er á dagskrá ríkisstjórnarinnar að spýta í þar. Það er á dagskrá ríkisstjórnarinnar að spýta í það. En ég er ég set spurningamerki við það hvort að hlutdeildarlán eigi
að ríkisstjórnin segir að hún segist núna stefna að því að afnema verðtryggð lán. Já, hvernig líst þér á það? Mjög illa. Hvers vegna? Verðtryggð lán þetta eru bestu lánin fyrir fólk til að komast inn á íbúðamarkað. Þetta eru langbestu lánin. Og verðtryggð lán, ef að verðtryggð lán eru bönnuð, þá komast færri, það er bara augljóst, þá komast færri inn á íbúðamarkað og festast þá líklegast á leigumarkaði. Nú það vera að tala um að þá verði hlutdeildarlán, verði þá allir komist í hlutdeildarlán og mér finnst það nú vera slá skökku við sérstaklega þegar að verðbólga svona há að ríkissjóður sé þá að fara að kosta það að hlutdeildarlán séu í boði fyrir alla. Þetta er mjög dýrt og sérstaklega í ljósi þess að það er kerfi sem að hleypir fleirum inn. Auk þess að það er alveg hægt að koma með mótrök svo sem gegn þessu og þess vegna er ég kannski búin að fjalla áður að ég er mjög hlynntur hlutdeildarlánum fyrir þá aðila sem að geta ekki komist inn á leigumarkað. Það eru alveg hópar sem að geta safnað sér fyrir íbúð með því að taka verðtryggð lán og að mínum mati þá eitt að einblína á þá hópa sem að hafa minnstu möguleika til þess að komast inn á íbúðamarkað og jafnvel með hlutdeildarlánum að þá ættu þeir samt engu að síður í miklum erfiðleikum með því að greiða niður lánin. Það breytir því engu hvort að hlutdeildarlán séu til staðar eða ekki. Ég trúi nú ekki öðru en að það sé verið að greina það hversu mikill munurinn er. En ég hef svo sem verið að greina þetta það er orðið 15 ár sem ég hef verið að greina þetta hægri vinstri og kenni þetta til dæmis reglulega í fjármálum í Háskóla Íslands að nemendur áttis á því hver munurinn er og munurinn greiðslubyrðin á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum er mikill. Þannig að jafnvel með tilkomu hlutdeildarlána þá var þetta mjög erfitt. Auk þess, gefum okkur það að þú kaupir fyrstu fasteign og nærð að greiða eitthvað niður á höfuðstólnum ef þú ætlar að stækka við þig og það eru bara óverðtryggð lán í boði og verðbólga er á einhverju svipuðum stigum 4-5% árlega verðbólga aftur, þá getur þú hreinlega ekki staðgreitt stærra húsnæði, þannig að þú ert þá fastur í þinni fyrstu fasteignum árabil nema þá væri þá kannski að það sérsnýða einhverja lausnir eitthvað þvíumlegt en ég spyr ég ekki bara betra að hafa eitthvað einfalt kerfi fyrir flesta en að það séu svona ákveðin úrræði fyrir þá hópa sem eru í mestu vanda varðandi til dæmis að safna sér fyrir útborgun. Við einblítum á fólk sem var svona í lægri tekjustigunum, til dæmis ég og Kristín Erla og það er sá hópur sem ætti að einblína á að fá sitt eigið húsnæði, skapa farveg fyrir þá hópa og en svona hinir að þeir fái eitthvað meðgjöf og það er svo sem ákveðin meðgjöf nú þegar fyrir hendi fyrsta fasteign og fyrsta fasteign að fólk geti þá nota séreign sína til þess að safna sér fyrir fyrstu íbúð og þá væri hægt með
kaupum á fyrstu fasteign að nota þann uppsafnaða sparnað í útborgun á íbúðinni og það alltaf að benda á að minna á það að það var þessi hugmynd að þessi útfærsla kom að ég átti stóra þátt í því að hún varð að veruleika með greinaskrifum árin 2010 til 2016. Þannig að svona eftir að hafa talað svona sumir eru kannski sem eru að horfa á þetta eru kannski finna blóðþrýstinginn hækka aðeins. Það eru margir mjög á móti verðtryggðu lánum. En verðtryggð lán hafa reynst langflestum mjög vel. Það sem að virði húsnæðisins hefur hækkað langt umfram virði langt umfram höfuðstól húsnæðislána. En það samt hópur sem að þetta ákveðin rúlletta eins og kerfið núna og rúllettan svo að þú kaupir hús fyrir sem ég bara til einföldunar þá nota ég háa tölu 100 milljónir. Kaupir hús fyrir 100 milljónir og bara til að einfalda þetta aftur segjum að þú fár 100% lán og eins og hefur verið gegnum tíðina húsnæði hefur hækkað upp í 150 milljónir lánið höfuðstól láns sem að þú greiðir aldrei niður af höfuðstólnum að þá hefur hann farið kannski upp í 120-130 milljónir. Þú selur húsnæðið og þú átt allt 20-30 milljónir í lommen. Að þetta hefur svona fyrir flest alla verið draumur í dós en það gerðist hins vegar í framhalda hruninu að íslenska krónan hún féll mikið og bara sem dæmi að bandarísku dollari kostaði 58 krónur í desember 2007 sami dollari kostaði eitthvað í kringum 130-40 krónur 12 mánuð seinna. Það var gaman að fara til útlanda á þessum árum. Já, sem sagt 2007. Já, akkurat. En þetta auðvitað leiddi til þess að verðbólga rauk upp af því að innflutta vörur hækku svo mikið verði en það eru hérubil allir búin að gleyma því að íslenskt húsnæðisvísitalan hún lækkaði tæp 20% á sama tíma. Þannig að þeir sem að neyddust til að selja húsnæði sitt þeir voru með neikvætt eigið fé. Þeir skulduðu meira heldur en virði húsnæðisins og margir hafa bent á að ég tel mig vita það að margir sem eru á móti verðtryggðum lánum horfi til þessara staðreynda og að mínu mati þá á húsnæðisverð húsnæðislán sem eru veitt þau einfaldlega fylgja húsnæðisvísitölu sem þýðir það að ef að þú tekur lán fyrir húsnæði þú ert að kaupa 100 milljón króna eign aftur bara til einföldunar sem að þú fár 100% lán ef að húsnæðisverð þitt hækkar 2% þá hækkar höfuðstóllinn 2%. Þú ert að greiða leigu af þessu láni ef við gefum okkur að þetta sé 2% raunvextir þá ert að greiða 2 milljónir króna í vaxtagjöld af láninu sem að í raun og veru bara leiguverð í staðinn fyrir þú sért á leigumarkaði þá ert að greiða vaxtagjöld. En ef að húsnæðisverð fer upp 2% þá hækkar höfuðstóllinn 2% en það sem að þú ert að greiði afborganir þá lækkar það. Þá sérðu greinilega hvernig þú ert að mynda eign í húsnæðisverðinu og ef að húsnæðisverð lækkar eins og gerðist í framhaldarhruninu ef að það verður á sér stað einhvers konar verðlækkun á húsnæði að þá lækkar höfuðstóllinn á láni þínu líka.
þannig að eign þín í húsnæðinu, hún breytist ekki miðað við sveiflur í húsnæðisverði. Og sumir hafa sagt að það eru síður hætt á þessu með óverðtryggðum lánum, en það er nú ekkert að leita langt aftur í tíman að í framhaldarhruninu, fjármálahruninu 2008, einhverju 3-4 árum seinna, þá var það bil 25% heimila í Bandaríkjunum með neikvætt eigið fé. Það er að segja, höfuðstóll þessara óverðtryggðu lána var hærri heldur en raunvirði fasteignarinnar. Og Mian og Sufi hafa skrifað bók þetta, House of Debt. Bókin nú fjallar húsnæðislánveitingar og hún bendir á, sú bók, að þeir sem að tapa langmest á húsnæðiskreppum, það eru hvað á ég að segja, þeir hópar sem hafa minnstu tekjulægstu hóparnir. Þeir hafa tekið lán fyrir húsnæði og húsnæðisverð hrynur, þeir missu hugsanlega atvinnu eða þurfa einhver hluta vegna að fara aftur inn á leigumarkað. Þeir tapa húsnæðinu að því að húsnæðisverð lánin standi í stað, húsnæðisverð fer niður, þannig að þetta litla eigið fé sem að þeir hafa myndað í húsnæðinu, það hverfur og þeir eru hraktir á leigumarkað. Ef að lánin eru tengt við húsnæðisvísitölu, þá lækkar einfallega höfuðstóllinn í samræmi við það. Ef þeir þurfa að selja, þá fá þeir, svona, ef maður gefur sér það að virði húsnæðis seljist á sama verði bara í takti við húsnæðisvísitölu, þá tapa þeir ekki þessum höfuðstóli lána. Og ef þó svo þeir þurfa að fara á leigumarkað, þá sitja þeir samt ekki í súpuna að vera jafnvel skuldugir vegna þess að þeir skulduðu meir í húsnæðinu heldur en það sem að þeir fengu fyrir húsnæðið. Einmitt. Við komumst ekki lengra, Már Mixa, hvort sem þú varst að hækka blóðrýstingin eða lækkan hjá þeim sem voru að hlusta eða horfa á okkur. Kærar þakkir fyrir komuna. Ég þakka fyrir mig. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is